Það var hann komin upp á vegg. Logi Einarsson, arkitekt. Komið sæl, verið velkomin í Hvíta Máva. Gestur okkar í dag og kvöld Baldvin Sigurðsson, veitingamaður og matreiðslumistari. Vertu velkomin. Og pólitíkus. Já, við skulum ekki gleyma því. Nei, við skulum ekki gleyma því. Við skulum ekki gleyma því. Vertu velkomin. Takk að þið fyrir gestur minn. Hvernig var dagurinn á flugvellinum í dag? Já, hann byrjaði klukkan 5 af því að þá þurfti ég að taka til nesti í einkaþotu og klukkan 7 þá kom breyting á nestinu, 4. breytingin, þannig ég var að vera dálítið fúll við aumingi einkaþotuna en hún fór svo bara með nestið og allt gekk vel eftir það. Já, ertu vissum að þau hafa komist á leðarenda og nestið hefði virkað og þess Já, þetta allt eftir kúnstarinnar reglum, enginn fær sama matinn, enginn fiskur, enginn skelfiskur, allir á lóf, og kolvetnasnauð og fæði og ekkert smjör, heldur bara olíur og lýsi, svo ég setti bara lýsi á salatið núna því að hann lítur að vera svo voðalega hollt. Þorskalýsi. Já. Er þetta hlutverk þitt meðal annars að þjónusta þessar einkavélar sem að koma? Já. Ég tek það að mér ef ég er beðinn. Já. Og það nú kannski ekki eins mikið eins og dögum Víns og Rósa en þá var þetta bara stöðugt oft í viku. En það er núna nokkuð oft á ári. Hvaða tími er dagur Víns og Rósa? Það er fyrir hrun. Það voru dagar Víns og Rósa. Og það var einmitt þá sem ég keypti Havanavindlana og seldi 1 kassa af þeim. Seldur 1 kassa af Havanavindlum? Já. Og stykkið kostaði 14.000. Af vindli? Já, ég seldi það á samt. Ég á 3 eftir. Nei. Ég skal gefa þið vindil. Og hverjir keyptu þetta? Það voru svona menn í Armani-fötum með svartlitað hár, hvítaðar tennur og afar sólbrúnir. Og allir eins. Og hvaðan voru þeir? Þeir voru svona úr böngum og sjóðum og svona. Þetta voru mennirnir sem ætlaði að bjarga heiminn. Já. Þetta voru mennirnir sem lærði einhverja undarlega leksíu í viðskiptahagfræðideild Háskólans. Því miður. Já. En voru þetta Íslendingar? Já, líka. Já. Hvar eru þeir núna? Hvernig ferðast þeir núna? Þeir eru í gallabuxum og tennurnar hafi nú aðeins fallið á þær og þeir eru með bara svona venjulega tölvutösku en áður var það gullörgjörfa eitthvað sem ég kunni ekki að nefna. Þetta hefur breyst of lítið Já. En hugmyndafræðin hefur því miður ekki breyst. Nei, heldur það vantar Já. Finnur þú fyrir því? Já. Nú þurfum við að fara að taka okkur á, við sem horfðum á Michael Moore í gær, samvinnustefnan upp á nýtt, eða eitthvað sambarilegt. Vegna þess að kapitalisminn er dauður, kommunisminn er svona hálfdauður líka. Hugsjónin er allt í lagi og tökum það besta og búum til eitthvað nýtt. Fjórflokkurinn, hann kann bara þetta eina. Aðeins að hjálpa þeim sem minna mega sín þegar það er vinstri stjórn. Svo kemur hægri stjórnin að hækka matarskattinn, lækka skattan á þeim ríku. Þetta er það sama sem þeir kunna, alltaf að taka þeir út úr okkar vasa. Og þeir kunna ekkert annað en að eyða. Þeir kunna ekki afla, enginn kann afla. Ég verð að stoppa þig. Þetta er orðið vandamál. Ég verð að stoppa. Ég spurði hvernig dagurinn hafi verið á flugvellinum. Já, hann byrjaði afar vel eins og hann úr hreglandum hádegi, en þá eftir að batna. Já, en hérna þú, það er talað það í sambandi við þetta farþegaflug sem við náttúrulega erum mikið háðir hér og ég er mikið háðir á þessu svæði að þetta hafi breyst, þar að segja að almenningur sé ekki mikið að fljúga heldur sé þetta meira svona einhverjir sem að vinna hjá ríki eða fyrirtækjum og fara suður að morgni eða koma norður að morgni og fara svo tilbaka að kvöldi. Er þetta svoleiðis orðið? Já, það er svolítið svo. Eitthvað eins og stundum er sagt, fólk sem borgar ekki farið sitt sjálft. Já. Finnur þetta líka? Já. Og það er líka svo óheppilegt fyrir fullorðið fólk sem kannski, ég er 60, 10 árum eldri en ég, það liggur ekkert í tölvunni að leita sér ódýru fargjaldi. Það kemur út á völl og ætlar að kaupa miða og fara í barnaafmæli suður, Og þegar það eru orðið 80.000 fyrir hjónin fram og tilbaka, þá er það mikið, Já. Þá fer maður með strætó. Já. Þetta er það sem máli snýst þetta er alveg dýrt. Já, það er heldur dýrt. Við hvernig það sakast? Já, flugfélagið segir það sé ekki á dýrt. Nei. En ég held samt, það væri betra að nota bónusaðferðina. Margar fullar vélar og hagnaður af hverju
og hafa bara kannski 2 fargjöld. Eitt fyrir mannin sem þarf að komast í forgangi við og við. Og það þarf ekki endilega að vikta töskuna svo hann borgi aðeins meira. Og það allt gert fyrir hann. Og svo fólk til? Já, fullt af því. Og sem vinnur sinna vegna þarf að bara allt í einu að skjótast. Já. Og svo bara við hinir. Ættum þá að vera bara á fargjaldi sem við réðum við. Þá færum við miklu ofta. Þú talar hjón sem borgar kannski 80.000 fullt fargjald til Reykjavíkur og tilbaka. Hvað heldur að sé, við kannski eigum ekkert að ræða þetta í sjálfum. Nei. Hvað heldur að fólk væri tilbúið að borga? Þannig að væri sátt við þetta? Ég held nefnilega að fólk væri alveg, ég heyri bara á fólki, ég hitti svo marga. 13-15.000. Já, fyrir farið. Já. Það myndi að sætta sig alveg. Og það er eins og þú segir, 13-15.000, alltaf fulla vélar og alltaf nóg að gera. Hvað eru marga vélar á dag? 6, 8, 11 eftir dögum, það er meira á föstudögum og sunnudögum. Já, meira við sumarið? Já, meira við sumarið og svo eru ráðstefnur og íþróttamót. Alveg ótrúlega mikið sem er að vera hér á Akureyri og við gleymum því stundum. En hvernig hefur þetta verið í vetur? Veturinn var svolítið erfiður. Já. Er það þá veðurfarslega meinarðu eða? Bæði veðurfarslega og bara svolítil fækkun svona. Já. Og ef að farþegum fækkar þá er minna að gera hjá mér og svona. Já. En aðstæða þín hérna eins og við sjáum hérna myndum líka, sko, þetta er alltaf mönnum bjóðandi. Já. Þú ert með mat, þú býr til mat í þessari skonsu. Já. Hvernig meðan þess að degi ertu með heita máltíð? Sko, það er nú búið að forteikna nýja flugstöð. Já, og við erum að fara að byrja á nýju flughlaði sem við fáum út úr göngunum. Já. Og þegar framleiða stundir ef við lifum af kreppuna og eitthvað verður eftir ríkissjóði, þá bara byggjum við nýja flugstöð og þessi ferðamenn sem við viljum fá í beinu flugi, sem gista hér í 7 sólarhringa í staðinn fyrir að þeir sem komi gegnum Keflavík gista 2,5. Það er alltaf mikil munur. Það verður innan 10 ára. Ég verð rétt komin upp á hlýði þegar nýja flugstöðin verður vígð. Heldur það? Já. Má ekki búast við fyrr á ekki að krefja, ef ekki að fara fram á þetta, ef endilega bíða og ekki bara segja nú vantar þetta, við viljum auka flug hinga á þetta svæði. Já, ég ótta sko að þetta sko, það verði ekki til þessi aur sko. Ertu viss það? Já, ég veit það. Er ekki til nóga peningum í þessu landi? Já, sko Ísafjarðar átti alltaf peningum. Já. En samkvæmt einhverjum lögum það má hún ekki nota peninga sem verður til í Keflavík annars staðar. Bara í Keflavík? Það þarf að breyta reglugerðinni. Já, ef þá ekki bara gera það? Já, ég held það. Já. Það væri mjög gott að gera það. Já. Og þá breytum við reglugerðinni líka þannig að það sé hægt að setja 300 krónur á hvert farþega sem kemur inn í landi. Þannig að þú og ég fáum ekki vinnu við að ég upp í Listagarði, þú í Vaglaskógi er rukk inn. Já, þú meinar það. Það eru margir sem átta sig ekki á því að það sem er verið að tala náttúrupassa. Já. Það er landsbyggðarskattur. Já. Þeir sem fundið þetta upp voru Reykvíkingar sem eiga hótelin og flugfélögin og veitingahúsin og 101 Reykjavík. Þetta er þjóðaráð til að fólk fari ekki út úr Reykjavík. Það verður hjá þeim í fæðu og húsnæði. Hver er þá meiningin á bak við þessa rökkun á ferðamönnum? Þetta er bara della. Ég skal segja þér eitt, gestur minn. Sjávarútvegurinn sem við höfum alltaf lifað á. Hvað heldur hann kosti að fá úr ríkissjóði á ári? 25-30 milljarðar eftir hvaða ári. Hafró og allt batterið, Landhelgisgæslan, Fiskistofa og allt þetta. Og alls konar rannsóknir og rannsóknarstofur. Veistu hvað mikið fór til fyrir, ég veit það bara fyrir 4 árum. Veistu hvað fór mikið úr ríkissjóði rannsóknir á ferðamálum áður? 800 milljónir, það náði ekki milljarði. Þú getur bara að skoða þetta ef þú skoðar fjárlögin. Þetta er náttúrulega alveg út í höfð. Og nú lifum við á þessu. Og við erum alltaf að vakna, núna það er búið að benda á þetta. Já. Fullt af fólki er búin að benda á þetta. Já. Í mörg hérna svo. Ég er búin að benda landbúnaðarsamtökunum fleiri í 3 ár. Á hverju ætlaði að fæða 1 milljón ferðamenn? Ætlaði að fara að flytja inn mat? Já, það er talað það. Við erum með hreinasta mat í heimi. Það er 1% mataritun á hverja 1000 íbúa á Íslandi.
Það eru 16% í Danmörku, 24% í Bretlandi. Og það er hluti af ástæðin að Bretar vilja losna úr Evrópubandalaginu, sambandinu. Þetta er svo dýpt fyrir heilbrigðiskerfið. Matareitrun er nefnilega mjög alvarlegt mál. Hluti af þeim sem fá matareitrun verða öryrkjar og hluti af þeim deyr. Aðrir ná sér. Úff, heyrðu, nú skulum við hlusta og sjá hérna svona part af lagi sem að þú hefur valið hérna í þáttinu. Já. Þetta var fínt, Black Magic Woman með Santana, eitt af þessu gamla góða frá því að við Baldvin vorum ungir. Þú náttúrulega töluvert yngri en ég. Eða hvað? Ekki? Nei, þetta er góð músík. 60. Já, nú, hvað er þetta? Það er ekkert. Nei, það er ekki nokkuð skapaður hlutur. Baldvin, pólitík. Pólitík? Já, þú náttúrulega, eins og ég búið að koma fram, þú ert alveg rampólitískur. Ég? Já. Já. Þú varst í bæjarstjórn. Já. Hefur þú sett hjá þingi kannski sem varmaður? Nei. Ég ætlaði í fyrra. Þú ætlaðir í fyrra? Já. Hvað varstu búinn að vera lengi í bæjarstjórn? 4 ár. Þú varst búinn að vera 1 kjörtímabil, en þér var sparkað út? Já. Af hverju? Nóg að mér bara. Vinstri grænir? Já. Er þetta ekki sko flokkur jafnaðar og samstöðu? Jú, ég hafði nú ekki háskólapróf til dæmis. Nei, en? Svo er ég með tippi og það er nú ekki gott heldur. Það þarf annar hver að vera með það? Já, ég held það. Jæja, nei, það bara æxlaðist þannig í pólitíkinni að... Var þér hent út? Segðu það bara. Já. Sem var það? Já. Hvernig er það? Þú hafðir áhuga á þessu? Já, það var ekkert svo slæmt. Ég vissi það fyrir. Já. Ég vissi það fyrir. Þú vissir það fyrir? Já. Var þetta svona sígandi, stígandi rétt að sagt í þessu, þannig að þú varst fann að finna þetta? Þannig var sko að ég átti náttúrulega vini í háskólanum líka. Þeir sögðu mig hvað var að gerjast. Það kom svolítið það. Og ekkert óeðlilegt að fólk styðji sína konu og allt það. Nei. Þannig að ég labbaði svona nokkuð ósár frá þessu sko. Já, en fannst þetta ekki vont samt sko? Að láta fara svona með þig? Ég var rétt að byrja. Af því að þú veist, ég segi það, þig langaði að vera lengur og þú hefur væntanlega talið að þú geti bórið eitthvað fram eða haft fram að færa. Mér fannst ég bara einn albesti bæjarfulltrúi sem við höfum haft. Ásamt nokkrum öðrum. Enda kölluð þið í stundum Baldvin bæjarstjóra? Já. Ég í fyrsta lagi er ég innfæddur sko. Og mér þykir af að vænt Akureyri. Og það er bara frekar hrikinn að vera Akureyringur. Já. Og það er svo margt sem mig langaði til að koma í framkvæmd. Já, nefndu. Og það tengist líka ferðaþjónustunni, aftur. Margt af því. Já. Auðvitað er ég ánægður með skólann og háskólann og skólakerfið okkar og afar ánægður með Samherja til dæmis sem sýnir þessa samfélagslegu ábyrgð ár eftir ár. En ferðaþjónustan þá sko var hún ekki orðin það sem hún er núna, en ég sá fram hún yrði það. Þá
þá hefði ég vilja sko hefja undirbúninga að því að hlú betur að þeim og stoppa á hérna. Já. Svo sem eins og með ylströndinni minni sem margir hlóa af og krambúðin. Ég hef bara meira sér nokkurn veginn ég geti útveðað húsnæðin undir krambúð í eldgamlu húsi sem var krambúð. Já. Eru þá í miðbænum þannig eða einhverstaðar hérna nálægt þannig að? Inn í bæ. Já. Og svo hérna, ég er nefnilega svo heppinn eins og ég sagði við Jóa á Sjöunni, hann er nefnilega svo mikill innbæðingur. Ég er nefnilega fæddur í Berlín, þó ég hafi flutt niður á Eyri, þannig að ég er Akureyringur. Já. Fæddur á Eyrinni þar sko. Já. Jæja, en grínlaust, þá vil ég taka Búðagil, Lækjagilið. Gamla? Já, ég vil breyta því í ævintýraland. Upphaf Akureyrar bara? Fyrir lítinn pening. Við þurfum ekki að fá rándýran arkitekt eins og Logi, vin okkar sem er klár og allt það. Er hann dýr? Nei, þeir eru allir dýrir, þeir eru bara af þessi taksta. Já. Heldur bara getum við nota skrúðgarðyrkjumenn bæjarins, þeir mega teikna. Og við látum það bara fikra sig áfram upp, lækin upp, brýr yfir, svona rólur, stórar, ljós, skógareiti og annað. Allarlega niður gilið og bara niður að sjó. Já. Þarna erum við komið með hugulega stað sem hægt að nota langt fram á haust, allt sumarið. Fyrst verður á Ylströndinu, sem verður þarna í innbænum. Kannski bara í annarri hverri tjörninni eða út í sjó. Og nú er verið að vinna stórvirki fyrir Nökkva, sem betur fyrr. Var til hægt að fá verið það. Og sko, það er náttúrulega bara auðlind pollurinn okkar, þessi lygni pollur. Er þetta svona hugmyndir, eru það þessar hugmyndir sem eru svona eitthvað, eins og maður segir, svona mikið aðdráttarafl? Það er það sem ég er að vona. Og svo líka, sko, gætum við sett upp pínlítið víkingaþorp eins og víða er. Það vita allir útlendingar um víkingana, merkilegt nóg. Já. Og þar leiðandi, sko, gætum við haft hér víkingaskip og róið og út, öskra fyrir það og laða með sverðunum eða eitthvað. Já, sarna skeikju í hári. Já. Það er aldrei það slæmt hérna á pollinum sem ekki hægt að sigla eitthvað. Já. Við erum nú komið með hvalaskoðunarskip og fleira. Ég fór þangað í fyrra, það var virkilega gaman. Já. Varstu eitthvað byrjaður á þessu meðan að þú varst í bæjarstjórninni? Bara að nölla, tvöða. Já. En orður til alls fyrst. Já. Ég er að tala hluti sem kosta ekkert sko 100 miljón. Nei. En það gefa af sér 100 miljón og vona ég ef það er það veruleika. Já. Og miðbærinn okkar sko, við þurfum líka bara sko það gleymist stundin að vera skipuleggja miðbæjarsveið og annað. Hrollkaldur vetur og bílastæði, við þurfum bílastæði. Þess vegna eru þau öll full. Ég var alltaf stund að finna stæði áður en ég kom í viðtali við þig. Veistu hvað bílastæði eru verðmikil? Eftir 50 ár. Já, þau eru ekki... Þegar þið vantar lóð. Já, já. Heyrðu, það er bílastæðið. Mér skilst að sko fólki séu gefin bílastæði sko í skírnagjafir í útlöndum. Í útlöndum, já. Það golfvellir og flugvellir og bílastæði. Gott að hafa svona inn í bæjum. Þetta eru góð byggingalönd til framtíðar. Þó það liggi ekki á því núna. Jæja. Ferðaþjónustan, við þurfum ekki að virkja neitt sérstaklega fyrir henni. Við erum með öll stoðkerfi, hún er svo ódýr. Skilur, við þurfum ekki að eyðileggja náttúruna. Við þurfum bara að hafa umbúnaðinn klára. En nú ertu að vinna í sem sagt ferðaþjónustu á þinn hátt. Af hverju snýrið þá ekki einhverju svona ferður og byggir víkingaþorp eða víkingaskip eða Ylströnd eða eitthvað? Það getur bara verið að það farið í það? Já. En ég þarf að fá sko, bylgju með mér. Já. Þetta þarf kannski ekki endilega að vera það sem ég er að tala. Nei. Bara hugmyndir tala. Já. Og þá, það fara svo rosa, þetta er svefnbær sko í ferðaþjónustu. Og við viljum auðvitað nágrannum okkar vel þangað sem ferðamennirnir fara. Já. En ef það er mjög margt til dæmis, þá getur það bara verið hérna. En þá verður það að hafa afþreyingu. Já. Já, auðvitað þurfum við. En bara miðað við það sem maður hefur séð hérna eins og til dæmis í höfuðborginni, Reykjavík, hvað er gríðarlegur fjöldi af ferðamönnum sem eru þar bara á þessum tíma sko. Já. Og hafa mér skilst verið þar í allan vetur, ekki sama fólki náttúrulega, en bara sko örtröð ferðamanna. Örtröð ferðamanna. Já. Og hérna... Það er kannski heldur ekkert of hollt fyrir höfuðborgina
að fá þetta allt saman á sig. Það talað að þessi vilji hætta að byggja hótel í miðborginni og þess áttar. Já, væntanlega sko koma nú ekki alveg allir til að skoða Reykjavík. Nei, en auðvitað er Reykjavík partur af þessu. Já, eðlilega. Við erum fallegur bær, sko. Já, menn eru sammála það. Menn, sko, ég bað þig að hafa með þér einhvern hlut eða eitthvað sem er þeim mjög kært. Já, ég setti upp gullhringinn minn sem hún mamma gaf mér þegar ég var 12 ára. Já, það er þessi hringur. Já. Við erum að lifa að sjást. Ég hef einu sinni látið gera hann upp. Ég er nú lítið með hann í vinnunni af því ég vil helst ekki hafa mikið hringjum í vinnunni. Það vil safnast undir og fólk getur slasað sig á þessu líka. Gaf mamma þín þetta þegar þú varst 12 ára? Já. Áttið þú að gera með svona fallegan, hvað heitir svona steinn? Rúbín? Já. Rauður rúbín? Rauður rúbín. Er það ekki kaffi? Nei, svartur. Nei, hvað er það? Já, það er Braga eitthvað. En hefur þú þá ekki þurft að stækka hann? Jú, reglulega. Já. Svo þegar hendurna verða vinnulúna þá. 12 ára? Já. Maður spyrja, hver var mamma þín? Mamma var Ragnheiður Pálsdóttir. Já. Mamma var með Alþjóðhúsið mörg ár. Já. Tóbaksbúðina. Já. Hótel Akureyri einu sinni. Svo vann hún út á Vestmiðum, skógerðinni. Já. En pabbi? Pabbi var Sigurður Baldursson frá Naustum. Já, hérna fyrir ofan bæ, eins og það var þá. Hann er alltaf komin nánast í bæjarkantni hérna. Já, ég býst við því. Hann er komin inn í mitt hverfi. Kona þín vinnur með þér á flugvellinum. Þið vinnir bæði þar. Hver er kona þín? Inga heitir hún, Ingimundardóttir Þórhildur, og hún er frá Brekku í Öxarfirði, í Núpasveitinni. Já. Og hún sér að smyrja, borgar reikningana. Engar smá samlokur? Nei, það eru góða hjá henni. Soðið brauðið? Já, soðið brauðið. Og flatbrauðið? Já. Ekki amalegt. Og heilsulokkan sem hún samdi sjálf. Já. Þetta er... Hann er sér búið að kópir hennar hingað þá. Nei, er það? Frá þeim kom, ég ánað með það. Já. En hvað er þið búin að vera lengi í þessu saman? Hvenær byrjuðu þið með... 11 ár. 11 ár? En þó ekki meira? Nei. Hvað gerður áður? Ég var í Þýskalandi 14 ár. Já, þú seldir fólki úr kjötborðinu þar. Já. Og hérna, ég get nú bara sagt þér að fólk saknaði þín þegar þú hættir. Það var gott. Ég saknaði líka fólksins. Það var gaman að vinna í Þýskalandi. Það var fullt af góðu fólk. En þú ert kokkur. Já. Ertu matreiðslumeistari? Já. Og þú er unnið víða? Já. Nefndu dæmi. Ég held ég hafi nú verið fyrstu 12 árin á Bautanum. Og í hvers skipti sem ég keyri í vinnuna, keyri ég niðurgilega og lítið á Bautan hvort ég byrjaði að skúra, og hverju kvöldi þegar ég keyri upp yfir, þá gái ég og aðtöku hvort ég ekki örugglega einhver að versla, einhver að borða. Já. Og svo er ég nú farin að taka hina staðina með líka, sko, því að mér er ekki sama, ég vil að séu fullir allir. Já. Og það var gott að vera á Bautanum og Hallgrímur og Jónas. Lærðu þar? Já. Baldvin, alveg í lokin, áhugamál. Áhugamál. Sko, burt frá því að þú ert náttúrulega alltaf í vinnunni, en hver eru áhugamálin? Áhugamálin eru, sko, landsmál. Velferð Íslands. Já. Og ég er skíthræddur við að barnabörnin okkar sitji í skuldasúpu eftir okkur. Og ég má bara tækla til þess hugsa. Í því sambandi þá eru þessi stóru lán sem falla á okkur. Loksins kom eitthvað frá Seðlabankanum, viðvörun, stóru lánin sem falla á okkur 2015 og 16. Vegna þess að ef við náum ekki að borga inn á þetta í gjaldeyri, þá lækkar lánshæfismatið. Við erum að semja við það, sko, að eiga bara smá pinur. Við þurfum að gera þetta og það þarf meira en ársundirbúning. Þess vegna skilji ekki að ríkisstjórnin skuli ekki bara eingöngu verið þessu. Það þarf að sjá til þess að lánshæfismatið okkar hækki. Nú eru tæpar 100 milljarðar af þessum 500 í fjárlögunum sem fari í afborgunarvexti. Það má alls ekki hækka vegna þess að þá þurfum við að fara að loka skólum og sjúkrahús. Það þarf að lækka það. Þá getum við að fara að hafa það betra og bætt í, eða fara að kerfa og fleira. Þess vegna skil ég bara ekki að hverju menn eru ekki að vinna í þessu
Nótt og 19. Fleira. Svo hef ég áhuga... Ég þarf eiginlega að ýta þér út úr pólitíkinni þegar þú kemst af stað. Sko, svo hef ég náttúrulega áhuga á barnabörnunum. Ég er svo heppinn eiga fallegustu barnabörn sem sögur fara að. Já. Og eru nú margir sem eiga falli barnabörn. Já. Ég bara þekki mjög marga sem vita ekkert fallegri. Nei, það er alveg rétt. Og þau eru að koma til mín á þriðjudaginn. Já. Og þá hlakkar maður mikið til. Já, ég trúi því. Já. Þetta er nefnilega sko áhugamál í lagi. Þetta er þetta mjúka. Já. Og svo hef ég áhuga á sögun okkar. Já. Og lestu þá mikið? Já. Og svo ekki nóg með það sko. Heldur hef ég geysilegan áhuga á dulrænum málefnum. Já. Af því að eftir því sem ég eldist, því meira verð ég var við af ýmsum skemmtilegheitum. Beggja vegna tjaldar. Er það? Já. Þarf það að vera í einhverjum sérstökum, eins og maður segir, sérstökum feeling til þess? Já, maður þarf þess. Þetta er skyggni eða þess áttar? Já, pínu. En það byggist allt saman á kærleik, sko, af hinu góða. Já, þannig að þú ert beggja vegna, þú ert í pólitíkinni og svo í kærleikum. Já, maður þarf að hafa báðar hliðar í lagi. Já. Pólitíkin er í sjálfu sér ekki slæm og ég var í 4 ár í bæjarstjórn og ég kynntist alveg fullt af góðu fólki. Það var eiginlega bara hver öndvegismaðurinn með mismunandi skoðunar. Og en í bæjarmálum þá þurfa menn að vinna saman. Það skiptir engu máli í hvað flokki það er. Nei. Þú ert ekkert að vinna þannig. Verður þá ekki bara að stofna nýja flokk? Ég gerði það fyrir kosningarnar í fyrra. Já. Og var sigurvegari kosningarnar. Ég fekk nærri 2%. Já, ég eyddi sko 1 milljón í kosningarnar. En sjálftökuflokkarnir, 4, eyddi yfir 100 milljónir sem þeir tóku bara úr ríkissjóði. Hver er þá sigurvegari kosningarnar? Já, þú meinar það, svona hlutfallslega. Já, við verðum að líta þannig á. Nei, en svona í alvöru, hefur þú áhugað því? Er það í farvatninu? Núna? Já. Nei, En þú fylgist með? Já. Ég vil breytingar. Ég var óánægður að við fengum ekki meira fylgi. Ég vildi að nýju flokkarnir fengi meira fylgi. Gömlu flokkarnir virka ekki til að stjórna landinu. Það hafa sýnt sig. Því miður. Við setjum amen á eftir efninu. Við setjum amen á eftir efninu. Já, þó að hefði verið gaman að spjalla lengur. Takk að kærlega fyrir komuna. Já. Ánægilegt að hafa þig. Já, sömuleiðis. Og gangi ég vel að þjónusta á flugvellinum? Ég mun gera mitt besta.